Heyrðu, hvað þýðir þessi vaxtabreyting fyrir fólk? Já, þú ert að tala stýrivaxta tilkynninguna frá Seðlabankanum í morgun. Seðlabankinn var sett að segja að þeir eru að lækka stýrivextina sína 0,5%, 0,5%. Og það gefur svona stóru bönkunum og lánveitendum til kynna að þeir eru að lækka sína vexti líka. Þeir geta gert það því þeir þiggja peninga frá Seðlabankanum. Og Íslandsbanki tilkynnti strax að þeir ætlaðu að lækka 2. desember meðal annars óverðtryggða breytilega húsnæðislánavexti sem eru núna í 10,75 yfir í 10,25. Ef við reiknum þetta út frá 50 milljónir króna láni sem þú veist þá hjá Íslandsbanka, með hjá Íslandsbanka, þá myndi vaxtagreiðslan á ári lækka 250.000 kall og þú verður að borga svona 20.000 krónum minna á mánuði fyrir 50 milljónir króna lán. Og þetta er bara þessi vaxtagreiðslan. Og það eru svona tímum sem að maður verður að hafa í huga að það eru allir bankar að lækka vextina sína og þá ætti maður að skoða aðra lánamöguleika ef þú ert ekki með þessa breytilegu vexti sem bara sveiflast með, kannski einhverja fastavexti eða eitthvað slíkt. Og það er best að skoða þetta til dæmis með lánskjaravæktinu okkar hjá Aurbjörgu eða leika sér aðeins í húsnæðismálareiknivélinni. Geggjað, takk.